En nú ætla ég að fjalla útlit á tölum, eða talna útlit. Excel býður upp á alls konar útlitsmódel fyrir tölur. Og við ætlum að stækka hérna þess skjalið. Já, napparnir fyrir til þess að útlitsmódel tölunar hérna á home-flipanum undir number, hérna þessu svæði hér. Í þessum fellista sem hérna fyrir ofan stendur núna general, það þýðir bara almennt útlit eða ekkert útlit. Og þarna já, allir reytir skilgreint sem general áður við velja eitthvað annað útlit fyrir þá. Já, ég ætla að byrja því að slá inn tölu. Svona. Já, eins og segja, þá valið hérna general. Ef ég opna þennan lista hérna, þá sjáum við ekki valið alls konar. Number, næsta lagi, bara plain tala, breytist ekki þess tilviki. Currency, þá fæ ég 1000 pund og bæti krónum fyrir aftan töluna. En ég sjáu samt sem áður að þó að þessi komið hann texti með innireiti sem talan í, þá ef þið horfið inn í formúlulína, þá inniheldur hún bara töluna. Textin bara útlit. Þetta reynir sama að hefði bara gert bold eða litan rauða eða eitthvað. Þetta var útlit. Og ef þið ætla að slá inn svona gjaldmiðil, þá eigið ekki að slá inn 50 krónur, eitthvað svoleiðis. Ef að ég ger það, og í rauninni það hægt að gera það, þá þarf ég passa að gera alveg hárrétt. Hérna ef ég slæ inn svona texta með tölunni, þá yfirleitt að slá inn bara, þá Excel bara að hugsa þetta sem tölur. Nei, fyrir ekki, bara sem texta. Hún skilur þetta bara sem hvernig hann texta. Ég get slegið inn þessar krónur líka. Ef ég maður aftur að setja punktinn, þá fattar hún þetta krónur og breytir þessu rauninni í útlit, talan útlit. En það mun þægilegra að velja bara hérna currency í fellistan hérna fyrir ofan. Það er ekki yfir margar tölur, það fyrir alltaf að slá inn krónur og punktur. Og það er munið til því hver skipti. Sjá það meira hérna. Fáum okkur nýja tölu. Accounting, það samskonar og currency, nema það hérna auka bil hérna fyrir aftan sem að verður til. Og sem ekki hérna í currency. Þannig að skipt svo sem ekki máli hvort útlitið notið, svo lengi sem við passið að nota það sama alls þar með stóra töflu, þannig að það sé ekki ósamræmi. Já. Síðan hérna short date, það dagsetning, og þá það dagur, mánuður, ár. Long date hins vegar, þá breyka þetta, þá segir við 13. desember, sem fyrir 13. 13. desember eða janúar eða februar, eftir hvað mánuður time, það tími, þá gerum 2 punktar á milli, þetta klukkutíma, mínútur og sekundur. Það skiptir máli ef það slá inn tímasetningu, að það þarf að gera 2 punktar á milli. Það þýðir ekkert að gera 12.30. Já, þá þess til ekki heldur hann sig desember 1930. Fleira hérna, já, við ætlum kannski að slá tölu fyrst, en sjáum eitthvað gerast. Næst hérna percentage, prósentur. Þá sjáum við ég slá þennan inn 20,
Nú breytir þessu í 2000%. Þess talan sem ég slæ inn í reytin og útlitsmóta er margfaldur með 100. Bara þess að þeir eru að breyta tölu yfir í prósentur. Þannig að ef ég ætla að hafa þetta 20%, þá hefði getað annarkvæmst gert 0,2 og útlitsmóta þetta sem prósentu, eða rauninni bara handslegin 20 og svo prósentumerkið. Svona, það er líka hægt. Ef að ég er að fara að slá inn rosalega mikið af tölum, þess prósenttölum, og maður svona, að slá inn prósentumerkið er svolítið frekar seinlegt, en þá get ég valið reytina sem ég veit að eiga innihaldi prósenttölur, valið mér hérna percentage og síðan slegið inn bara 15 og þá setur hann prósentumerkið fyrir mig 1, 5 og svona. Þannig að ef þið vitið eitthvað ákveðin dálkur eða ákveðin lína á bara innihaldi prósenttölur, það er mjög gott að velja reytin fyrst, velja percentage eða prósentur henni í listanum og svo slá inn tölunar. Þá spara mann einslátt, því þarf ekki að slá inn það prósentumerkið eða gera 0,2, 0,01 eða hvernig sem það er. Sjá, hvað er meira hérna? Já, fraksjón er brot. Þetta á þá við kannski frekar ef ég myndi gera það 0,5. Ég breyti því í brot. Svona, þá er það hálfur. Það virkar kannski ekki alveg með 50. Úps. 0,25. Það er 1/4. Já, annað sem er hérna að sjá, hvað var næst? Já, scientific. Það get ég notað sérstaklega verið með mjög háar tölur. Svona. Og get ég breytt þessu í scientific. Svona. Þá sjáu þið og gera það 5 og já, þetta plus 0,6. Þetta er þá eins og maður gerði veldistölunar hérna í gamla daga. Og síðasta er text. Það þýðir að ef ég er búin að útlitsmóta reit sem texta, þá ég er sláin einhver tölu inn í reitin, þá hagar hún sér þess að texti. Þið sjáu þetta liggur hérna vinstra megin og ég fæ hérna þetta upphrópunarmerki örugglega. Ef þið fáið það, þá er Excel að gera ykkur athugasemdir það sem er að slá inn, hvort sem þetta er tala eða er formúla hvað. Og þess tilviki er látum vita að ég sló inn tölustaf inn reitin, en reiturinn er samt sem aðra útlitsmótar sem texti. Það getur verið þægild að útlitsmóta reiti sem texta. Ég til dæmis er með vörunúmer, sérstaklega ef ég að byrja á 0. Ef ég slæ bara inn tölu svona, sem byrjar á 0, að það strókar Excel það brúð, það er ekki tala sem að byrjar á 0. En ef ég vil hafa 0 sýnilegt og þá þarf ég að segja fyrst að þetta á að vera texti og síðan get ég slegið inn hvaða tölu sem er og láta hann byrja á 0. Getum við til dæmis nota sem kennitölur. Reyndar ef þið eru að slá inn kennitölur og notið bandstrikið, þá skiptir ekki máli hvort það hún sé útlitsmóti sem text eða bara hérna general, af því að bandstrikið hjálpa mér að sjá að þetta er bara þarna texti, þetta er ekki tala. Það er ekki tala með svona bandstriki í miðunni. Ef ég sleppi bandstrikinu, hvað er það, 6, 6, 9, svona, og þá þurrkar hún bara út fyrstu töluna sem var 0 og setur þetta hægra með, þetta er tala. Já, þetta er það sem ég get valið hérna í þessum lista. Síðan eru 5 hnappar hérna fyrir neðan. Fyrsti hnappurinn er rauninni bara hérna currency.
það heitir undir accounting number format. Sjá, fáum okkur bara hérna nýja tölu. Svona, og þá það hérna krónar, það sama og ég hefði valið hérna accounting hérna í listanum. Það nýlegt allana í Excel litla örin hérna hægra megin við. Ef þið eru með gamla útgáfu af Excel þá hún ekki í boði. Og þá getið valið hérna sjáðu þið annars vegar hérna dollarmerki og þá kemur það hérna fyrir framan eða evrumerkið. Það svona fljótlegt. Það hægt að gera þetta á annan hátt ef þessi möguleiki ekki hérna fyrir hendi á ykkur en annars þetta hérna fljótlegt og þægilegt að nálgast. Prósentuhnappurinn hér, það nákvæmlega sami takki og prósentutakkin hérna í listanum. Komma hérna, þetta komma style, það raunni með því að nota það, þá bætir hún við 1000 punktunum fyrir mig og jú, komma og aukastafi, ég hefði slegin aukastafi en það býr til þetta lítar bíl hérna fyrir aftan sem alveg fast, ekki þægilegt ef ég þarf að passa plássi, þegar ég með stóra töflur sem taka mikið pláss og ég vil hafa sem nýti plássins best, þá þetta ekki þægilegt útleitt. En síðan síðustu tveir takkarnir eru hérna increase decimal og decrease decimal og þetta fyrir aukastafina. Hversu marga aukastafi vil ég sjá. Ef ég slægi hennar tölu með aukastöðum, svona, þá getið þið fyrst að lagi hérna increase decimal og bætt við, þá bætir að bæra við nullum, þess að ég slá ekki inn fleiri tölur, en ég get líka decrease decimal og tekið það burtu. Svona. Eða í rauninni ekki takað það burtu, þetta bara fela þá, ég sjá það inn í formúlulínu hérna uppi, þá stendur hann þá 20,33 inn í reiknum, þó að það sé bara 20 hérna sýnilegt. Ef að fyrsti aukastafur er 5 eða hærri, svona, skiptir ekki máli hvað kemur eftir, þá ef ég síðan fel aukastafinn svona, þá hækkar hún upp, eða námundar töluna. 5 og hærri hækkar upp, 4 og læra að hækka niður eins og hérna fyrir neðan, eða fyrir ofan. Þannig að ennþá fleiri möguleikar, ég ætla að slá hérna fyrir tölu hérna. Ennþá fleiri möguleikar til þess að útlitsmá tölur er að finna með því að smella á litlu örun hérna, number format. Svona, akkur kemur ekki. Svona, flott. Hérna í þessum glugga, hann heitir format cells þessu gluggi og sjá það eru margir flipar hérna á þessu til þess að útlitsmóta reytina mína. En number er fyrsti flipin og það er það sem við ætlum að skoða núna. General er það sama hérna uppi, bara general, þess að þá ef þið eru að taka útlit af tölu, þá bara velji general. Number, þarna get ég valið decimal places, hver aukastafi, hversu mörg aukastafi vil ég fá. Og hérna fyrir ofan er sample, þarna er einu sýnistöðan tölunni sem ég valdi hérna á hérna í Excel-skjalinu mínu og kannski hafa 2 og hérna use 1000 separator, þá setur inn 1000 punktin. Hann er alls ekki sýnilegur nema að talan fari upp í 1000. Negative numbers, hérna getur valið hvaða útlit á að vera á negativum eða mínustölum ef ég er að vinna með þær líka. Þessi er bara hérna fyrsti sem ég valið sem er hérna efstur listanum, þá kemur bara mínus verið fram og talan bara svört eins og allir hinnar eða þeim lit sem að ég hef útlitsmótað það við í. Hérna getur sett að talan á að vera rauð en engin mínus verið framan. Ég líka haft hérna mínus fyrir framan og rauða tölu. Þannig að það er svona nokkur hérna, möguleikar. Næsti currency. Þar aftur get ég valið þarna hversu mörg aukastaf ég vil fá. 1000 punkturinn kemur sjálfkrafa, ég merki getur við hann sérstaklega, hann kemur
hvort sem viljið ekki, það er alltaf í þessum currency útliti. Hérna symbol, þar getið valið rauninni alla gjaldmiðla í heimi, eða ég svo sem ekki teka á því, en það er alltaf ansi margir gjaldmiðla hérna í boði sem ættir að velja í þessum lista. Og negatív tölur hérna sama og er in the number. Accounting er mjög svipað, ég get valið hérna symbol, decimal places sem aukast af fjölda, en það er ekki hægt að velja sérstaklega útlit fyrir negatífa tölur. Hérna er date, hérna er dagsetningarnar, hérna get ég valið mismunandi útlit fyrir dagsetningarnar mínar. Hérna er já, hvort ég vil þarna ef þetta væri hérna 14.3. vil ég hafa 14.3. eða 14. mars, eða hérna vil ég hafa 0.3 eða bara 3 og það var að missa, þannig alls konar möguleikar þessu. Sama gildir með time, með tíman. Hérna get ég valið, vil ég hafa sekundur eða ekki, eða bara mínútur. Percentage er prósenturnar, það er sama á þessi takki hérna. Hérna get það valið bara hversu mörg aukastegi ég vil fá, en ef ég hef stilt prósentur hérna inn á homeflipanum, þá get ég líka nota increase decimal eða decrease decimal til að fækka eða fjölga aukastöfunum. Fraction voru brotin, scientific þessar veldistölur, text hérna inn til texti sem voru tala hérna ef að talan á að byrja á 0 til dæmis. Í special, það er ekki tilnæst eitthvað special þarna íslenskt talna útlit, ef ég vel til dæmis hvað að segja ég vel eitthvað annað bara hérna, English, United States, þá sjá þá fæ ég upp hérna zip code, phone number, social security number, þá er eitthvað tilbúð talna útlit fyrir hvað er þetta, símanúmer eða kennitölur, en þetta þá á við það bara English eða bandaríska standardir. Þetta vel verið að sé einhver annars það líka fleiri möguleikar, einhver önnur lönd sem eiga eitthvað svona spes, en það er ekki tilnætt íslenskt í þessu. Síðasti möguleikur er custom, og þar getur maður annarkvort nota það sem er hérna fyrir, til dæmis hérna þessi kassi.0, þá setja ég inn 1000 punktin en enga aukastafi, og þarna en hérna getur maður líka búið til sitt eigið útlit ef maður hefur áhuga á því, en það verður ekki fjallað það í þessum fyrirlestri. En allan að þess að endilega skoða þetta saman og prófið. Það er alltaf að velja bara general til að taka allt útlit af þegar maður er búin að fikta þessu öllu saman. Ok. Allan að fyrir talna útliti þá er það hérna í þessum lista hér, og þessir 5 takkar hérna niðri, og hérna með þess smella á number format eða litlu örun hérna í horninu á number rammanum og fá upp format cells gluggan. Það er margar leiðir, megnis er sama, en það sem ég kannski nota mest fyrir svona bara normal tölur er þetta number og haka við use 1000 separator. Ef ég er með tölur sem er farið yfir 1000 eða upp í 1000, þá er það nauðsynlegt að hafa 1000 punktin. Það er svo miklu auðveldara að lesa tölurnar ef punkturinn er fyrir hendi. En það er alveg óþarfi að slá hann inn. Það er alveg hægt að slá inn punktin leið að ég slæði inn tölu, en það er mjög seinlegt og miklu þægilegra að velja bara eina skipun til að gera þetta fyrir sig. Ef ég er að slá inn mikið tölum, þá er mjög gott að útlið sem átti bara reyta hana strax, og þá fæ ég strax punktin leið að ég er búin að slá inn. En það er líka hægt að gera það eftir að slá fyrst inn tölunar og síðan útliðsmóta þær eftir sínu höfði. Já, þetta er allan þá umfjöllinu útlit á tölum.